Já, kæru hlustendur Pingjunar, þið eru að fara að hlusta á þennan ársreikninga þátt frá okkur ISNIC. Áður en þátturinn hefst þá viljum við aðeins koma hérna yfir ykkur. Já, því okkur langar að komast í náttúrulega einokunarstöðu. Já, nei, það er ekki ástæðan. Það mun nú seint gerast held ég. Já. En við hérna vorum að stofna til póstlista. Þið getið farið inn á pingjan.is, skráðu nafn og netfang þar. Þá eru þið komin á póstlista, þar munum við koma til með að vera með eitthvað fjör. Já. Og svo er það líka einhver LinkedIn. Já, ef þið eru í stærsta launþegasamfélagi í heiminum, Já. Þá er Pingjan komin á LinkedIn. Já, hún er komin á blað þar. Ég veit það ekki. Nei. En það mun koma í ljós. Það mun haldast eitthvað í hendur við póstlistan. Við erum bara svona, við erum að byggja grunninn. Þetta tala svolítið saman eins og Þorbjörn Egni. Já, kæru hlustendur, gleðilegan þriðjudag. Það er einn annar ársreikninga þáttur okkar hérna Pingjumanna sem er að líta dagsins ljós. Já. Nú, hann er að fara að koma yfir ykkur eins og síldarplatti á Jómfrúnni á góðan föstu. Já, svo er það. Þetta gæti orðið bestið þátturinn hingað til. Já, svo við minnumst nú á Jómfrúna, okkar digga samstagsaðila. Þá var ég þar einmitt á föstudeginum. Já, þú fórst á föstudaginn? Ég fór á föstudaginn, beint eftir vinnu. Og hvernig var? Þetta er svona hérna... Þetta er svona dansku staður, eða ekki? Þetta er dansku staður. Lýstu upplifunaði labbinn, ég vil vita. Ég hef bara komið einu sinni, það er síðan. Já, hvað meinar? Þetta er bara blanda af ágavíti og síld í loftinu. Já, labbar inn. Þetta er það sem við köllum ást í loftinu. Stóð Jakob upp við barinn og svona, hædi! Já, hædi! Hvort hann gerði. Já. Og hérna... Ok, gekkja. Nei, en hérna... Við förum þarna, hættu þessu. Við förum þarna og erum sem sagt með svona danskan hitting. Hérna, við nokkrir drengir og erum búin að spara okkur að horfa ekki á síðustu seríu, sem sagt, síðustu þætti á Klón, hérna dönsku trúður. Já. Og hittumst á Jómfrúnni, fáum okkur smurbrauð og bjór og ágaviti og allan fjandann sko. Ok. Og svo förum við og horfum á þættina saman sko. Þið horfðuð á Klán á síðasta föstudag? Já. Komdu með smá skúp? Nei, ég ætla ekki að gera það. Segðu mér smá. Fyrir þá sem við ættir að horfa. Kemur smá smjör þig. Það skiptir ekki máli, en allan á Jómfrúnni, takk hérlega fyrir samstarfið. Eins og við höfum komið inn á áður, það er alveg komin tíma á að panta jólahlaðborðið. Já, fyrir 2023. Fara að huga að því. Nei, látið reyna á það. En Jómfrúin, það er bara dælikt í hverjum bita. Hæ. Herðu, en allavega er eitthvað svona nýtt í þessu. Við erum með held ég áhugaverðan þátt í dag. Já. Ég er bara búinn að láta preppa hvelfinguna mína fyrir austan. Já. Ég ætla að láta mig hverfa. Ég er með hann einhverja kjallar á hólu austur á fjörðum. Þetta virðist vera svona hitamál það sem við erum að fara. Já, ég meina þeir hafa allavega verið iðnir við það þarna inn á ISNIC að svara hverskins gagnrýni eða þú veist bara umræðu sem kemur fyrirtækið á veraldavefnum og bara í fjölmiðlum. Já, einhvern veginn finnur sér alltaf einhver tíma til að grípa til svara. Við stefnum á það að vera engin undantekning þegar kemur að því núna í þessum þætti. Sko, vonandi erum við náttúrulega ekki að fara með rangfærslur í loftið. Nei, ég myndi nú alveg þykja að viðkomandi komið á bara frekar í þátt með okkur og við ræðum þetta. Algjörlega. Því að við erum nú ekki að gera þetta á einhverjum ílindum. Við erum bara, þetta er áhugavert fyrirtæki sem að snertir ansi marga. Já, algjörlega, bara snertir 99% af Íslandingum á hverjum einasta degi þegar þú segir það. Já. Auðvitað gerir það. En þetta er að sjálfsögðu ISNIC og þetta er eins og við segjum, þetta er umdelt, vægast sagt. Já, það má segja það. Já, Internet á Íslandi, EHF, betur þekkt undir nafninu ISNIC. Já. Og sko félagið er stofnað 1995. Já. Bara þegar þessi internet svona, það er ekki að segja bylgjan hafi byrjað 95, en þú veist, þetta var svona að byrja riðja sér til rúms. .is-bylgjan var að hefjast þarna. .is-bylgjan. Tilgangurinn með stofnun var sem sagt sá að halda utan rekstur á íslenska hluta internetsins. Sko, ég gæti kafað djúpt ofan í söguna, en ég held að enginn myndi skilja það bara hreinlega, þú veist, þetta er alltaf flókin orð í þessu fyrir minn smekk, en sko, fyrir að áhuga saman þá getur þið farið inn á isnic.is og ítt á fyrirtækið og þá sjáu þið söguna svona í hnotskurn. Bara flott síða hjá þeim. Já. Eina er bara að það þarf hérna
Já, eins og þú ert að koma inn á, það slang. Já. Það Domain Host Providers, Registry, Registrar. Já, þetta eitthvað svona. Og hvað var? Icon, Web Hosting. Já, ég veist þessi. Domain Registrar. Eina sem að pingjuliðar þurfa að vita fyrir bara framhaldið hérna í þessum þætti er að ISNIC selur öll internetlíðan sem enda á .is. Já. Og að fyrirtæki var einkavætt árið 2001 að stórum hluta. Já. Eitthvað 77%. Akkurat. Og þar með var fyrirtæki komið í einkaeigu bara fárra aðila. Og fyrirtækið í, þú veist, það í pjúra. Þetta er þess að við kallum náttúruleg einokun. Þetta í einokunarstöðu á .is léninu. Já. Sem mér persónulega finnst fárlegt fyrirkomulag en dæmi hverju fyrir sig, sko. Ok, og hérna finn ég strax, þarna var research.is ég átt að kynna mér. Þau ekki með einhver þjónustusamning við ríkið. Þetta bara í lögum, eða ekki? Jú, ég held að þetta sé lögvarinn réttur, bara að selja, þú veist, hjá þeim. Geturðu gert svona... Hvað ertu að gera núna? Ég ætla að hafa svona, þetta reminder til stjórnenda ISNIC að grípa inn í á þessar myndu, fyrsta rangfærslan sem við þurfum að leiðrétta og þau erum ekki með þetta á hreinu. En allavega. En þetta ég las það nú einhvers staðar við undirbúning á þessu þætti að þetta væri Natural Monopoly. Lögverndað og í rauninni þar að leiðandi það sem við köllum Natural Monopoly. Sko. Já, þú veist, þetta bara eini þjónustuaðilinn hér á landi fyrir skráningu.is. Já, en sko eignarhaldið út að við komum inn á það þetta að 77% hluta í einkaeigu þetta svona hálf óskipt eignarhald í dag með sínustu öllu að eignarhaldið hafi lítið breyst þarna frá 2001 eða sem sagt sko eins og ég segi þetta að stóru hluta í einkaeigu bara fárra aðila hlutafélagsins eru alls 21 samkvæmt nýjasta ársreikning 2021 og sko ég sé ekki betur en að allavega eignarhluti 4 stærstu hluthafanna að minnstakosti, séu óbreyttir bara frá sko allavega 2007 en ég sá margar fréttir þess efnis að fyrirtækið hafi komist í einkaeigu þarna 2001. Já. Nú, sko, í þessu nýjasta ársreikningi eru þó aðeins gefnir upp 10 stærstu hluthafar og þar fer með stærstan hlut Jens Pétur Jensen með 29,51% eignarhlut. Því næst að ríkisstofnun Íslandspóstur með 18,66%. Já. Svo koma 2 aðrir einkaaðilar Magnús Sófaníasson með 16,77% hlut og Bárður Hreinn Tryggvason með 16,24% hlut. Svo restin í raun öll bara undir 2%. Sko Íslandspóstur og myrkrahöfðingirnir 3, Jens, Magnús og Bárður, þeir eru svona aðal playerandir í þessu. Þeir hafa hlotið töluverða gagnrýni fyrir stöðu sína í þessum svona miðað við stutta rannsókn mína. En saman eiga þeir ráðandi hlut í félaginu og sko rúmlega það 62,7%. Þannig að má í raun segja að þeir beri 62,7% arða sölu allra íslenska .is lína sko. Sko ég myndi halda að menn væru nokkuð vel settir í slíkri stöðu sko. Eitt sem ég ætlaði að spyrja, Alþingi á þarna 1%. Já, einmitt. Það eru þarna, einmitt. Sástu á hvað kennitölu það skráð? Getum við til dæmis lett upp eignarhaldsfélaginu Alþingi og séð hvað fleira þau eigi? Það ágætis pæling. Ég hef bara aldrei séð það að Alþingi sé skráð. Við þurfum eiginlega að fara að hugsa það svona út fyrir kassan og taka eitthvað svona algjörlega absúrt félag sko, eins og Alþingi. Já, það hefur verið beðið okkur að taka einhver eignarhaldsfélag. Við erum bara á Alþingi. Í hverju eigið þið? Já, taka fyrst Alþingi og síðan Kaldalón. Já, Kaldalón. Svona 2 sem eigi öllu. Sko, já, svo vil ég kannski líka taka það fram. Ég ætla ekki að efast þrotlausa vinnu þessara manna í þá íslensk internet, sko. Þeir eiga eflust stóna þátt í að .is hefur verið, sko, það hefur hlotið viðurkenningu fyrir eitt af 5 öruggustu höfuðlénum í heiminum, samkvæmt síðunni þeirra. Já. En sko, svo þetta höfuðlén, ég held að það ekki bara lén eða? Þú veist, bara .is. Allavega. En þú veist, já. Ég held að okkur sé þá bara ekkert annað að vanbúna en að kíkja á ársreikningin. Fólki sem að hlusta, nei á ég ekki að taka smá preppa. Já, þú með djús? Já, ekki djús, hann súr djús í dag, þetta rabarbara djús sko. Já. Í boði Dominos. Já, djús í boði Dominos? Já. Alright. Djús í okkur í Dominos. Já, það 3 dagur í dag, á þetta 3 dagstilbóð. Það gefur bara eina slæsu, hendi inn í hakkaran. Þeir eru farin að þekka þetta 3 álegstegundir og það hefur basically verið að gefa pítsuna bara. Já, basically. Hvað setur þú þegar þú bara velja þrennt? Pepperoni, kjúkling og rjómaost.
Þetta hef ég sagt örugglega svona 5 sinnum áður. Ertu ekki með ost og... Æ, yes. Það innifalli hjá Dominos. Ekki gleyma því, ostur og sósa innifalli. Það bara verið að gefa. Þannig að það 3 álegg ofan á ost og sósu. Og sósu. Flott, takk fyrir það Dominos. Heyrðu, sko. Erfiður, ég erfiður í dag? Það er bara alltaf að fyndi. Ég gleymi þessu líka alltaf. Þú ert búin að veiða mér núna 2 ára stundum tíma. Ostur og sósa triksi, það klikkar ekki. Heyrðu, sko, ég ætlaði bara að taka smá summary út af því að enn og aftur, sko, þetta gerist óvart að við tökum 2 einokunarfyrirtæki í röð. Já. Sem að basically gerir starf mitt óþarft sko, í þessu þætti sko, því ég hef tekið að mér að vera með smá svona samanburð. Já, en ég sko, eins og ég talaði síðast, Billboard, þetta er ekki pjúra Nei, og við komum inn á það, sko, ok, við skulum ekki vera að kalla það einokun. Þeir bara eru komnir á þann stað að það er mjög erfitt að keppa þá, held ég. Í ljósi þess að það Já, bara í ljósi góðra samninga, þú veist, þetta er samningar við opinbera. Já. Ok, það er ekki einokun, þeir bara eru á góðum stað. Núna erum við bara að tala um eitthvað, bara einokun. Pjúra einokun, sko. Sko, ég ætla að segja, þetta var líka svona í Bandaríkjunum, ég leit bara þangað, fram til ársins 2001, að það var bara eitt fyrirtæki sem sá skráningu á lénum og það var sko, má ég nú sjá, hvað var ég með? Það var í þökk varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna. Að sem sagt, það var fyrirtæki sem heitir ennþá Network Solutions, sátu einir á hítunni frá 1991 til 2001 og þau voru með samningu við varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna lénin.com, .org, .mil, military, .gov, the government, .edu, education, .net, ég veit ekki fyrir hvað það stendur. Hvað var com, sagður? .com. Já, en þú veist, hvað var það, þú veist, hver er... .com. Já, ég veit ekki, ég var að snýla með mig. Alltaf þessi .com, er það ekki company eða eitthvað? Já, ég veit ekki, halda áfram. Heyrðu, ok, það gerist, sem sagt, í Bandaríkjunum 2001, að þau bara segja, heyrðu, það verður ekki lengur eitt fyrirtæki bara með registry í .com búblunni. It's a short for commercial. Commercial, ok. Fólk læri þá eitthvað af þessu þætti. Já, ég segi það. Og á þessum tíma var annað fyrirtæki sem heit GoDaddy. Heitir ennþá GoDaddy. GoDaddy, já. Sem er stærsti... Ég hef með þess að keypt lén þar. Já, mjög þægilegt. Stærsti domain registrar í heiminum. Og ég ætla að vera með summary þá og eigandan í næsta föstudagskaffi. Já, skemmtilegt. En fram til þessa tíma höfðu þau verið í bara svona alls konar lausnum tengt lénum, að hjálpa fólki að kaupa og selja þau, þótt þeim mætti ekki skrá þau og fleira. Og þeir náðu þarna 4 árum eftir að einokunin var afnumin í Bandaríkjunum að verða stærsti þessum bransa og það enn þann dag í dag. Sko, svo hérna úr og af ISNIC Domain Register sko í rauninni já, það GoDaddy og allir sem að mega kaupa og selja lén, skilst mér, eða svona sýsla með þau. Já. En ISNIC register. Já, það bara skráning léna. Já. Svo ertu með svona second market. Já, sem bara svona endursöluaðilar eða brókerar eða kaup og sala. Þetta er alveg iðnaður, sko. Þetta er alveg risavaxin. Já. Og ég kem inn á það á föstudaginn. Þá ætla ég að taka þessu GoDaddy. Þetta eru yfirleitt bara svona the ultimate braskarar sem eru í þessu, sko. Sérstaklega hérna á Íslandi. Það er eindir annað. Það er eiginlega bara fúskarar. Ef það er eitthvað sem toppar þáttinn núna á föstudaginn, heldur en yfirferðum GoDaddy og eiganda þar, ef einhver hlustandi myndi stíga fram og senda okkur lista yfir lén saman á. Já, það var ég sé þetta stundum í einhverjum grúppum á Facebook, ekki íslenski frumkvölar. Þið getið litið á það sem frían auglýsingaplattform hérna, við munum lesa þau upp. Nei, ég menn það stígur frá ótrúlegasta fólk, segir bara hérna spara.is, prjónauppskrift. Við þekkjum nú eiganda spara.is. Já, það er einu. Prjónauppskrift, ég á það. Ég á Kóli. Þú átt Kóli.is. Ég er náttúrulega Kjarnhiti. Kjarnhiti er umferð. Já, ég gleymdi að auglýsa það. Heyrðu, farið á kjarnhiti.is, endilega hendið á mig kommentum. Allt fyrir matagerðina. Já, þetta er ein vinsælasta heimasíðan á landinu til að vita kjarnhita. Já, og það er spæk jólin. Það er ekkert launungamál. Já, ég held að vera 1500 manns á aðfangadag eða eitthvað. Shit. En ok, sko, ef við fáum einhvern lénabraskar á næsta föstudag, meiri lénabraskar en okkur,
þá held ég að það geti orðið góðu þáttur. Aftur að Ísnik, sko, við erum að fara að tækla umræðuna með arð, tekjur, við erum aðeins að kíkja á EHF-ið. En svona í gegnum tíðina þá hafa þau lent í mjög sambærilegum málum og önnur domain register erlendis sem eru þessi siðferðislegs eðlis. Hvað gerirðu þegar nýnasista síða skráir.is-lén? Hvað gerirðu þegar Íslamska ríkið skráir.is-lén? Eða Putlocker eða Pirate Bay eða allt þetta dæmi. Og þeir hafa nú svo sem held ég bara náð að tækla það ágætlega og eru bara búin að banna þetta. Henda þess út. Já, þú veist, eðlilega. Ég meina þetta elur á einhvers konar hatursorðræður og annað og það ekki samkvæmt lögum bannað? Jú, okkar. Já, í flestum ríkjum. Upplýsta íslenska samfélag. Gúttin að hendis út. En sko í Bandaríkjónum, það var alvöru þarna, hvað heitir þetta? Havari. Og umræður bara tjáningafrelsi. Þegar einhver dómur registrar fór að segja bara að þú mættir ekki skrifa shit eitthvað eða hvað það væri. Sko, svo ætla ég bara að segja það sem ég finnst. Shit.com Að rekja sögu þessar fyrirtækis burt séð og bara með fullri virðingu fyrir ekki farin á shit.com með fullri virðingu ekki farin á shit.com. Já, þú fórst þangað. Ok. Fram. Þú veist, ég ætlaði bara að segja að þetta er pínu boring. Og sko, þú sagðir áðan, Ísnik er stofnað 1905. Stofnaðilar Ísnik eru sko Háskóli Íslands, einhverja mennta- og rannsóknarstofnanir, ráðuneyti, Alþingi og ríkisbankarnir. Svo var hlutafé selt til Íslandsbanka, Íslandssíma upp úr aldamótum. Svo varð Íslandssími að Vodafone, hluta Teymi HF og átti 92% hlut. Þannig að núverandi eigendur, þetta er ekki hugsjónumenn sem hlægi í helvíti, þó að sumir segja það. En þeir keyptu þetta vissulega á sínum tíma. Já, klálega. Og sitja bara því í dag að hafa gert smart investment. Árið hvað er það, segir þú? Segðu kaupa. Já, farið þú 2001, eða ekki? Sko 2001 verður breytingin hérna á eignarhaldinu. Já, einmitt. Það er allavega allstaðar talað að þetta hafi komist í einkavæðingu 2001, en ég sé rauninni ekki nöfnin þeirra fyrir en 2007. Já, meinar. Sem persónlegir eigendur, en mig grunar að þeir hafi verið með þetta undir öðru félagi. Þú veist, það var þarna, hvort það hafi... Nú vorum við einhverju svona áratúrarulli. Stökku inn hérna. En sko, í grunninn, þá segi ég bara, þetta er flott fjárfesting, það er ekkert út á þá að sakast. Don't hate the player, hate the game. Bjarni og Sjallarnir verða náttúrulega bara að rífa sig upp á raskatinu og leyfa samkeppni þarna ef þetta á eitthvað að breytast. Klálega, tekum þið það. En, þú veist, hingað eru bara komin í dag. Þú veist, þetta er bara Ísnik, Íslands lén. Og vilt þú ekki bara take it away? Ég skal bara take it away núna og ég ætla að hafa svona ársreikning 2021 að leiðarljósi. Nú fer ég iðulega yfir alla ársreikninga aftur í tíman sem í boði hjá fyrirtækjum sem ég tek fyrir. Og hérna fór ég aftur til ársins 2003 og það er eiginlega, þú veist, þeir eru alveg lígilega líkir, þessi ársreikningar, skilu. Það er hægt að spá rosalega mikið fyrir, þetta er bara svona línulegu vöxtur einhvern veginn, bara, þú veist, alveg frá 2003, sko. Og þetta er bara eins og einhver formúla. En vissulega var smá skellur á þeim í hrunnu, þar sem að eitthvað 480 milljón króna gengistýrt lán í jenum fokkaði þeim alveg rækilega upp, sko. Það endaði með 250 milljón króna tapi hérna 2008, en þau voru nú frekar fljóta að vinna sig upp úr því hafarí, sko. Það verður raun eina neikvæða afkoman í sögu félagsins, eða allavega frá hérna 2003, ég sé ekki lengra aftur, sko. Nú, herðu, rekstrarreikningur, við skulum hafa hann í búði Payday í dag. Það er náttúrulega upplifun í hverjum einasta reikning. Hverjum einasta sendareikning allavega. Það er mín tilfinning. Og ég með svolítið nýtt í dag. Payday er að nota lénið payday.is. Þannig að hérna erum við að plugga bæði Ísnik og Payday. Algjörlega. Þetta er auðvitað brilljant lausn bara fyrir einyrkja, lítil og meðalstór fyrirtæki. Við viljum líka minna á afsláttarlinkin. Hann er í Facebook-hónum okkar Dýpind og Pingjan. Það sem fær 30% afslátt í 3 mánuði. Það er alveg dýl, sko. En sko, burt séð frá þessu flotta léni payday.is sem er náttúrulega bara snillt og sko, áður og byrjar að nota þá skilur ekkert hvað þetta stendur fyrir nema á kunnir ensku. En þegar þú byrjar að
nota Payday, þá skilur já, þetta Payday og til maður að fá borga á hverjum dögum til að senda reikninga, skilur. En ég ætla að henda rós á Lárus Orra sem í þjónustunni á þeim í dag, ekki Bjösa. Ég veit að Bjösa frí, ég var eitthvað aðeins að djöflast í þjónustunni í morgun. Lárus bara svaraði þessu innan við 5 mínútum. Já, þeir eru helviti fljótir að svara, sko. Já, þetta er... Ég eiga það, sko. Og líka eitt bara hérna tipp til Icelandair. Þetta að taka ykkur Payday til fyrirmyndar. Spjallið. Þetta svo mikill munur. Þeir eru ekki settur í röð einhvers staðar. Heldur veit ég að Lárus bara með 20 glugga opna að tala við 20 mismunandi manns. Velkomin þjónusta. Taka það til síns með það eiga. Og mælum með þessu fyrir, í rauninni bara alla. Bara alla á Íslandi. Kíkja á Payday. Herðu, rekstrarreikningur, þá skulum við demba okkur í hann. Sko, tekjur félagsins 2021 af lénaskráningu nema 368 milljónum. Og svo eru hérna aðra tekjur rúmlega 18 milljónir króna sem samtals gerir hérna rúmar 386 milljónir sem nokkuð öflugur vöxtur frá fyrra ári. 11,6% tekjuvöxtur, en tekjuvöxturinn hefur verið svona nokkuð stabíl í gegnum tíðina. Vöxtur milli 2019 og 20 voru 8,5% og milli 2019 og 18 eða 2018 og 19 voru þetta 9,6%. Og mér sýnir svona öllu að ISNIC muni alltaf koma til með að vaksa í náinni framtíð, sko. Ég á allan átt með að trúa því að skráðlén muni koma til með að fækka. Nei, ég sé það ekki gerast. Já, með að sjá það. Sko, nú erum við með samt eitt punkt hérna. Við reiknum þetta báðir, en ég ætla kannski að leyfa þér að grípa boltan hérna. Varðandi hversu mörg lén séu skráð. Já, heyrðu, kenning. Ég tók sem sagt, það kannski eitt. Eflaust þetta upplýsingar sem hægt að finna einhvers staðar. Við ætlum að reikna þetta út frá ársins. Já. Nei, líka, sko, nú erum við að kenna fólki eitt. Því að við hittum nú mann út á götu í síðustu viku sem sagði bara að líf hans í stjórn skiptabús orðinn þolanlegri eftir að hann lærði eitthvað á ársreikninga. Ársreikningar, þöks í okkur, þegar þú sér tekjur ársreikning, aldrei með vask. Nei, það rett. Ok, ég ætla ekki að fullera, kannski einhvern tíma gert. En ég held samkvæmt lögum, þá bara átti ekki að hafa vaskinn inni. Bara aldrei. Þannig að það sem við getum gert til að reikna hvað mörg lén eru skráð hjá ISNIC, að því gefna að við séum ekki með allt niður okkur, er að við tökum veltuna 367.996 sem talan án vask og við deilum með kostnaðinum á léni á ári án vask. Og út af því fæ ég 72.512 íslensk lén. Það bara nákvæmlega sama tala og ég með. Já. Ég held að það sé ekkert galið slump heldur, sko. Nei, annað sem gott við ISNIC í krafti einokunar. Sko, það hafa summi sagt, einokun ekki slæm. Peter Thiel segir competition is for losers og vill meina að monopolies í einhverjum tilvikum séu góð. Í tilviki ISNIC þá eitt mjög gott. Þetta ekki hátt verð fyrir lén. Gæti verið lægra, segja einhverjir, en að borga 5.000 kall í árgjald fyrir lén frekar lítið, myndi ég segja. Já, kannski, en þú veist ekki í samanburði. Við bara Norðurlönd til dæmis. Já, ok. Þetta umræða sem hefur margótt skotið upp kollinum, sko. Þannig að þau eru dýrar á Íslandi. Miklu dýrari, sko. Já, þá segi ég, íslensk lén eiga að vera premium. en það... Þú ert að borga fyrir íslenska vöru. Já. En hinpunkturinn í þessu var sá, að það sem gott við þá, að þeir hafa ekki verið að hækka verðið. Ég held að við síðast hækkaði fyrir 11 árum. Já, það allavega samkvæmt nýjustu verðskrá því þá var það breytt 1. mars 2021, sko. Ok, ég aftur að drulla á mig hérna, hann kannski leiðrétti verðskrána fyrir okkur sem það getur vel verið að þau haldi bara sömu, þú veist, endurskoða þetta alltaf. Ok, finna við fáum aðhald. Nei. En sko, punkturinn minn þessi að út af því að verðið búið að vera 5.075 í þennan tíma, þá getum við séð þróunina að hún að fara úr 2017, 54.000 lén, upp í 72.000 2021. Það heldur myndarlegur vöxtur. En það rétt á hérna, ef við tökum bara, þú veist, með við verðlag, þá hefur lénið alls ekki hækkað. Nei. Þú veist, það hefur rauninni lækkað á raunvirði, sko. Akkurat. Ef út í það farið. Takk fyrir það, einokun. Já, takk fyrir það, einokun. Nú, herðu, þá förum við yfir í kostnaðarverð seldra vara, sem að náttúrulega að sjálfsögðu ekki til staðar. Og þetta því annar þátturinn í röð, þar sem við erum að bregðast hlustendum með álagningatölur, sem auðvitað gífurlega leiðilegt og ég harma það, en ég veit að það eina stærðin sem að móðin býður eftir, til dæmis. Já, svo slekkur hún. Álagningatölur, já. Þannig að bara kæra kveðju til hennar. Já. En þá skulum við bara skundi yfir í launin. Þau eru nú nokkuð rausnaleg hjá ISNIC, en hjá fyrirtækinu starfa 9 manns og hrein laun nema 121 milljón sem gerir rúmlega 1,1 milljón í meðalaun per starfsmann á mánuði.
og sko nú launakostnaður hjá þeim bara stærsti útgjaldaliðurinn og samtals rúm 141 milljón þetta ár 2021 með launatengdu gjöldunum sem gerir 38,4% hlutfall. Svo skrifstofu stjórnarkostnaður 15,4 milljónir og annar rekstrakostnaður 51 milljón, samtals 208 milljónir króna. Og þá förum við yfir í EBITDA og einhverjir glöggir hlustendur eru strax byrjar að hlusta. Þetta að stefna í met EBITDA framleið. Það bara hlýtur að vera. Og ég veit ekki kannski alveg met, en þetta vissulega með þeim betri sem við séð. Sko, þetta finnum við bara með því einfallega að draga rekstragjöld frá rekstratekjum. Þá fáum við EBITDA sem að þetta árið stendur 178,6 milljónum, sem gerir 48,5% EBITDA framleið, sem alveg ferlega flott, sko. En þetta málið með þessi fyrirtæki sem að selja þjónustu í tæknigeirunum. EBITDA einhvern veginn bara alltaf blýstíf upp á við. Maður þarf að, þú veist, þarf maður ekki að koma sér í eitthvað svona gigg. Hvað tæknidót? Já. Jú. Eitthvað svona tæknilaust bara bóla og einhverja einogunarstöðu og bóla bjöss út úr PT. Já, ekki hægt að gera eitthvað svona með farin í PT bara. Metaverse eða þetta dót. Eitthvað domain í Metaverse. Já. Ég veit það ekki. Stóriða stöða. Okay. Nei, bara eitthvað svona. Ég veit ekki. Ég bara að fá einhverja viðskiptahugmyndir hérna. Ég geti tekið þetta. En alltaf frábæri EBITDA og með þeim betri sem við séð. Sko, eitt hérna til samanburðar, þá var ég með GoDaddy. Bara rétt að dreipa á þessu. Að þau eru með hérna að meðaltali sko býta aðeins. Nei, ég með hvað þau eru að treyta á. EBITDA markvaldarinn á þeim. Ég kem inn á það eftir, sorry. Haltu bara fram. Varstu ekki með EBITDA framleiðina? Jú, býtu. Hérna þetta. Sko, ef við bara berum okkur létt saman út því að GoDaddy á markaði. Og í alls konar... Og náttúrulega ekki í einogunarstöðu, þannig að ég gerir ráð fyrir að EBITDA framleiðin sé talsvert lægri. Já. Enda eru þau bara í verðstríði. Já, basically, við bara fullt af öðrum aðilum. Alvöru samkeppni. Já, slakaðu nú aðeins á hérna. Hvað heiti hálsinn þetta? Já, þú veist. Heyrðu, sko, þú ert bara tekjuna þeirra til að setja í samhengi, eru náttúrulega allt aðrar. Það eru 3,8 milljarðar dollara. Já, 2021. Og EBITan af því 0,58 eða 580 milljónir dollara. Sem gerir 15%. Já, segur rétt. Það bara nákvæmlega þannig. 15% EBITA. Og þú sér það þá að nei, ég veit ekki hvað ég getur séð út í. Annað bara að þau eru í samkeppni. Ég sé það bara að þetta rýrir bara framleiðina, skilju, að þurfa að vera í verðstríði, samkeppni, skilju. Já, akkurat. En, þú veist, ISNIC getur bara ráðið verðinu, þannig séð. Basically. Sem að náttúrulega skilar sér í, þú veist, þeir geta leikið sér, ef þeir vilja 80% EBITDA framleiða á næsta ári, þá geta þeir gert það, sko. Þeir geta hækkað, bara eins og þeir vilja. En þeir eru svona góðir einoguna sinnar, þannig þeir hafa ekki gert það. Já. Ég stend með þeim. Já, algjörlega. En líka með GoDaddy, sko, það allur fjandinn. Voru við búinir að segja á það? Þau eru með hosting. Þú getur hosta WordPress síðuna þegar þú ert búin að kaupa lénið. Þú getur sótt e-mail. Þú getur keypt eitthvað SSL certificate sem HTTPS, þannig að það sé örugg síðan. Já, sem þú veist, ekki nema bara afsprengi í samkeppni. Þeir eru að bjóða bara upp á aukna þjónustu. Þeir þurfa bara að böndla. Já, klálega. Við getum ekki staðið einir og sér með þessu. Það er engin afkoma að þessu og því allir eru með þetta. ISNIC mun aldrei bjóða upp á þetta meðan þeir eru í einogun, sko. Nei, sennilega ekki. Ekki nema þeir séu bara, herðu, nú förum við að henda inn tölvupósti og hýsingu og... Ólíklegt. En, þú veist, ég veit ekki, kannski það bara langt fram, þú veist, langt umfram þeirra gildi, skilur. Já, þú veist, ef ég væri þeir, þá væri ég ekki að gera neitt öðruvísi. Nei, það nefnilega málið. Ég hef ekkert heit út á þetta, út af því að bara þau eru heldur bara að spila. Nei, ekkert persónulegt, skilur. Nei. Þetta er ekkert, þú veist, þeir sem ekki lögin, sko. Já, nei. Það er bara þannig. Og bara, þú veist, þú spilar ekki Monopoly og kaupir dýrasta reitinn og einhver lendir á honum og segir, já, sleppu við að borga. Nei, auðvitað gerur það ekki. Nei. Fyrir borðspilaperrana, þau skilja hvað ég er að fara. Já, svona til að slaufa rekstrarreikningnum, ég ætla að fá að dreipa eins á afskriftunum, þau eru hérna að afskrifa rekstrarfjármuni fyrir 12,4 milljónir og svo fannst mér áhugavert að sjá, þau eru hérna að afskrifa viðskiptavildina tæpar 18 milljónar ári línulega og við höfum verið að sjá alltaf meira og meira fyrirtækjum í svona virðisrýrnunar mati hérna á viðskiptavildin hjá sér.
En í þessum ársreiningu þá stendur í skýringum að sko, ávallt skuli afskrifa viðskiptavild á 10 árum samkvæmt ársreiningalögum. Þú veist, þá hin félögin að brjóta lög eða hvernig það? Nú þarf einhver endurskoðandi eða bókari að veita okkur aðhald. Þú veist, skil ekki alveg. Því að eins og Nova til dæmis, þau voru bara með svona virðisrýrnunarpróf, sko. Já. Ég bara beats me, sko. En allavega þau eru að afskrifa viðskiptavildina. En þetta tilkomið út af sameiningunni við Modernus. Já, einmitt, það var það sem ég var að tala um. Og það ég held að þeir hafi átt það, sko, fyrirfram. Því að þetta Modernus skráð löngu áður fyrir 2007 sem eigandi, 93% eigandi eitthvað. Já. En allavega, hvað sem því líður, við skulum þá bara demba okkur í það sem allir að bíða eftir og það hagnaður og arðgreiðslur. Spennó. Já. Herri, tilbúin. Já. Hreinn hagnaður í ISNIC nam 115 milljónum króna, takk fyrir, 2021. Og ég sé ekki betur en að það sé í raun bara hæsta afkoma í sögu félagsins. Þó ekki þeirra hæsta hagnaðarhlutfall þó það standi í 31,1%. Sem alltaf sturlun. Það er mjög gott. Sko, en svo með arðgreiðslunar. Þau virðast vera bara með arðgreiðslu veikina, sko. Ég sé ekki betur heldur en að þau séu bara hvað annað átt að gera? Fárveik af arðgreiðslum. Pumpa þessu bara út. Og árið 2021 það greiða út 70 milljónir sem þó bara smottir í við árið áður, sko. Byrju, hvað Alþingi að taka því? 700 skall? Beint í Kjarval? Þetta fyrir beint í Kjarval? Og svo það 2020 árið áður, þá það greiða út 190 milljónir í arð. Já. Og það fyrir lengra aftur, skulum segja 2003, það bara eins langt og ég næ aftur. Þá netto hagnaður félagsins, þó ekki á núvirði, 1,50 milljónir. Og af þeirri upphæð hafa verið greiddar út rúmar 970 milljónir í arð. Ég legg ekki meira á ykkur. Síðan... Hér verið að sko ryksuga fyrirtækið að innan. En sko, það sem ég elska aðdáendur okkar svo heitt. Þá varði ég að skella þessum tölum yfir á núvirði. Ég sótti gildi vísitölu neysluverðs eins og hún stóð í upphæðu hvers árs bara frá 2003. Okay. Og afturreiknaði með að við verla dagsins í dag. Og þá samanlagður hagnaður á þessum 20 rekstrarárum 1330 milljónir króna. 1,330 milljónir. Og arðgreiðslunar tæplega 1250 milljónir. Og sko, ef ég tek arðgreiðslunar á núvirði og dreifið þeim niður á eignarhald myrkrahöfðingjana að tryggja, Jens Magnúsar og Bárðar, þá má áætla að Jens hafi halað inn 366 milljónum, Magnús 208 og Bárður 202 yfir þessi 20 rekstrarar. Fannst þetta ekki skemmtilegt? Jó, bara gott, sko. Þeir hafa það fínt, sko. Svo ekki þessi á flottum launum líka. Þeir hafa það flott, sko. Þetta eru hugsjónamenn, sko. Ég meina, þeir tóku einhver áhættu fyrir 20 árum. Klálega, auðvitað tóku þeir áhættu. There's no such thing as a free lunch. Okay. En sko, það sem ég tók að hendu upp, ef að lénatalan hjá okkur var ekki raung á þann, þá getur séð þeir að greiða arð 70 milljónir, 21, 190, 20, eins og þú segir. Deilt niður á lén, þá arður per lén 2020 2.924 krónur og 965 2021. Þannig að þeir aðeins að gefa eftir. Arður per lén, það er gott. Já, ég held að við hefum ekki séð þennan metrik áður. Nei, arður per lén. Ég held að þetta örugglega fyrsta skipti bara í heimsugunni sem að þetta dividend per domain sem þetta sett upp á borð, sko. Við þurfum að heyri prónendinni. Ætluðu þau ekki að fara að henda inn einhverjum nýjum stöðlum fyrir? Jó, við vorum nú eitthvað búin að vera í bandi við þau. Já, ég heyri þetta frá Pjesa. Það búið að vera mikið edik-partí. Allir hættir að drekka. En allir með í maganum. Við erum að blanda ediki út í allt og bara fá í maganum. Var ekki búið að reka hann? Hann var allan settur ykkur tímabundið leyfi. Hann var sveiflandi. Hann komin aftur, sko. Allir edru og bara verið að taka á málunum, en flott. Og mikið edik. Og mikið edik. Herðu, þá það efnahagsreikningur. Og við ætlum að hafa hann í boði Keldunar í dag. Rétt. Og það eru stór tíðindi framöndan þar. Já. Og sá óábyrgi var vissulega mjög ánægður að heyra þetta. Já, sko, það núna verið að hlaða í verðmatsvél par excellence fyrir okkur almennu fjárfestana. Já, fyrir sótsvartan almúgan. Já, og
Sko, ok, þeir segja þessi hrunstaðallinn Yngvi, hann í lagi. Við ætlum að ganga aðeins lengra. 7 sinnum EBITDA. Já, 7 sinnum EBITDA. Það gengur ekki alltaf, sko. Og ég fekk aðeins að æfa mig á þessari verðmatsvél. Og ég bara æfa mig á henni á ISNIC. Ég var að fara strax í verðmatið eða? Nei. Spöru það. Skulum spara það. Annað sem ég langar að benda á, fyrir þá sem eru með áskrift á keldunni, eins og við. Já. Ef þið eruð að fara með einhverja pappíra til sýslumanns, þá í boði núna, sem ég vissi ekki, að það hægt að kaupa firmað ritarskýrslur inn í keldunni. Já, einmitt. Ódýrari en hjá samkeppninni. Ég nokkuð viss, en það má einhver veita mér aðhald. Ég eiginlega alveg viss, ég var búinn að kíkja á það. Og þetta algjör snillt. Því að það þarf ofta að skila sér til sýslumanns, þegar þú ert að fara með pappíra. Já, hann firmað rítan, hann vantar hérna stjórnarmann. Þannig að farið bara á kelduna, leitið að fyrirtækinu og kaupið þessar skýrslur sér. Hún ódýrari heldur en í samkeppninni og sparar ykkur mikinn tíma. Keldan, einn af okkar diggustu. Kæra þakki fyrir. Og það kemur Við værum ekki að gera þetta án ykkar. Nei, það kemur skúp frá mér, Kitta og Lent sér á eftir. Já, hlakka til. Herðu, þið eru farin að þekka þetta. Við byrjum á eignum í efnahagsreikningnum og þá byrjum við að vanda á fasta fjármunum sem nema hérna 100 milljónum. Og þar eru rekstrarfjármunir stærstir fyrir 28,3 milljónir. Þau hafa verið að fjárfesta svona duglega í rekstrarfjármunum á síðustu árum eða hérna 47 milljónum síðustu ár og mestmegnis þetta tölvu og hugbúnaður og eitthvað svona sem að afskrifast mjög hratt, 33% á ári. Einnig eru flokkast rekstrarfjármunir hérna undir, áhöld, innréttingar, bifreið og svo eitt skemmtilegu flokkur hérna sem að ég man ekki eftir að hafa séð áður undir rekstrarfjármunum en það er listaverk. Nú? Eru hérna með skráð listaverk fyrir 1,8 milljón. Já. Við erum kannski að komast að því hvaða verk þetta er. Sigurður Sævar? Já, það er aldrei að vita. Eru hundakallar og symfóníur? Já, það er aldrei að vita. En sjátt á hann. Já. En svo til að summera upp fastafjármuna, þá er restin skráð hérna í viðskiptavild 72 milljónir sem ég nefndi áðan. Og þessi viðskiptavild varð einmitt til samkvæmt skýringunum hérna og samkvæmt þínu hérna við sameiningu Internet á Íslandi EHF. Já, og Modernus EHF. Modernus. Og það var árið 2008. Já, og ég ætla að koma inn á eitt. Modernus var nefnilega með vöru og fór á stað með vöru. Þetta eru hugsjónumenn. Þetta eru klálega hugsjónumenn. Þótt að ríkið hafi skapað þér aðstæður sem það er búið að gera. Sem fór á stað með teljarinn, samræmdu vefmælingarnar. 2001. Hét veflistinn. Svo voru við með netspjall sem hét Svarbox sem var reyndar ekkert sérstök vara. En hvort tveggja sameinaðist allavega inn í ISNIC. Þannig, þeir hljótilega hafa komið inn þannig. Já. Trúgjöru. Nei, mér finnst það nokkuð líklegt. Já, en þessu voru allir loka núna bara í fyrra. Já, mitt. Nú, veltufjármunir. Já, tæpa 280 milljónir. Þar er ekki að finna neinar byrðir, svo við verðum að bregðast hlustundum. Hérna enn á ný með vöntun og líkilstærð frá okkur bingjumönnum, sem er náttúrulega velturhraði byrða. Já. En þá er þetta viðskiptakröfur og aðra skammtímaskröfur upp á tæpa 21 miljón. Því næst er það skammtíma verðbréf sem telja 103,2 milljónir króna í lok árs 2021 sem skiptist í eignarhlutir í félögum fyrir 16 milljónir. Og svo eru þau að kaupa hérna í verðbréfasjóð á árinu sem stendur í 87 milljónum króna í lok árs. Þannig að þau eru að fjárfesta einhverju. Þetta er ekki allt bara ryksuðað í vasa eiganda. Þetta er eitthvað fyrir verðbréfin. Alþingi þarf að fjárfesta. Ég segi það. En ok. Svo er það að lokum hérna handbært fé fyrir 156 milljónir sem að er þeirra stærsta eign. Alveg, já, ekki by far kannski, en hérna, þetta er djúp pingja. Og þau hafa yðurlega legið á frekar djúpri pingju hver áramót þrátt fyrir hérna myndalegar arðgreiðslur. En svo ég kíkja aðeins hérna í sjóðstreymið, þá er veltufé frá rekstri hjá þeim árið 2021 163 milljónir sem er basically bara það sem er að koma inn í peningum í reksturinn. Já. Þú veist, þetta er hagnaður og svo er afskriftirnar og allt það, sko. Þetta er alveg upphæðir sem er að hérna, dettin á reikningi hjá þeim. Þetta er business sem stendur á mjög heilbrigðum stað, myndi ég segja. Já, klálega. Herru, svo er það skuldir. Það ætti nú svo sem ekki að koma neinum óvart að félagið er langtíma skuldlaust. Er ekki kreditkort að skulda eða neitt þannig? Nei, ekki til langstíma. Þetta er bara sjálfbær peningavél sem mallar inn í eilíðina. Og af hverju anskotan mættu að vera að skuldsetja þetta? Já, hvað þá kreditkort að skuld? Sko? Já. En hérna, já, þú veist, einmitt, þetta er bara ein vara. Það er ekki nýsköpun í lénabransanum eins og við töluðum áður.
Þetta premium, þetta á að vera premium. Það þurfa ekki að fara að fá lán fyrir neinu, sko. En, herði, svo það hins vegar skammtímaskuldir og það allt annað upp á teiningnum. Það eru skráðar hérna 237 milljónir, þó mest svona í svokölluðum fyrirfram innheimtum tekjum sem eru 178 milljónir og þetta þá vantarlega einhver upphæð sem færðir í rekstrarreikning sem bara svona tekjur fyrir árið en á eftir að innheimta, fattar mig. Já, getur verið. Mér finnst það líklegt. Eins og við vitum hérna... En við vorum alltaf að ræða á það, sko, þetta ekki rukka fyrsta hvers mánaðar, þetta bara hvenær á skrálénið. Við Lena Braskarandir, við þekkjum það. Þetta ekki einhver einn dagur þar sem að þau eru að rukka alla viðskiptunni, heldur að rukka bara álega alltaf þann dag sem að viðskiptunni kaupi lénið. Já. Það á hverju ári, sko. En svo þetta hérna, tekjuskattur til greiðslu fyrir 33,7 milljónir og að lokum viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir fyrir 24,7 milljónir. Svo þú veist, það varla tekur sig að reikna skammtíma greiðsluhæfi eða skuldalhlutvall á svona fyrirkomulagi. Þetta núllast hvort sem alltaf út á endan eftir áramót. Þegar þessar fyrirfram innheimtu tekjur eru greiddar og svo myndar þetta bara skulda aftur á næsta ári og þú veist, við getum svo sem farið í það. Þetta hérna veldur fyrir hlutfall upp á 1,18 sem auðvitað flott yfir ásnum, yfir pingjustælinum. Já, bara mjög gott. Og svo skuldalhlutvall 62,3% en eins og ég segi, þetta alltaf, þú veist, þau eru bara 0 tíma, þau eru í 0% hérna, skuldahlutfalli til langstíma. Skulda ekkert. Nei. Þessar skammtíma skuldir eru bara svona létt fúgasi, sko. Við getum alveg bara gert hlustendur greiða að segja að panta Dominos núna og slökkva, sko. Allavega þá heildar skuldastaðan 237 milljónir í loka árs 2021 og þá aðeins bara slætu við rétt svo yfir í eigið fé. Það nú ekki flókið, það hlutafé 19,5 milljón. Lögbundi varasjóður 4,9 milljónir og að lokum það óráðstafa eigið fé fyrir 119 milljónir. Takk fyrir kærlega. Þannig að það nægt svigrum til meiri arðgreiðslna. Já. Og þú veist, yfirferð minni er rauninni bara lokið hérna. Ég auðvitað til að draga þetta saman hérna í bara til að draga þetta saman. Sko, ég vil aldrei verið eins tilfinningalaus í garð nokkurs fyrirtækis hérna við yfirferð í þessum ársreininga þáttum okkar. Þetta svona fyrirtæki sem bara, ég veit að það bara getur ekki feilað. Nei, akkurat. Og það vantar dálítið svona, það vantar bara drifkraftin til að annarkvort samgleðjast eða finna til þú veist, hvað sem ég samgleðst þeim, sko, þú veist, það með fólkinu á bakvið þetta, þú veist, já. En ég meina, bönið þá bara yfir stjórnmálamenn sem bjögur til umhverfi. Mennirnir á bakvið þetta eru bara, þeir spila hárrétt. Ég alveg sammálaður, skilu, en þú veist, þetta einhvern veginn bara svona, yfirleitt þegar ég að fara yfir ársreininga, þá ég annarkvort bara svona, ég vil þetta ógeðslega áhugavert eða ekki svona, og djúður finn hérna eitthvað bara samhryggist ef eitthvað að ganga illa skilur og svona ég get, þú veist, því að ég veit að það getur ekki farið neitt í fokkana. Það ekki fræðilegu möguleiki. Nei. En þú veist, en þetta auðvitað stórkostlegur rekstur ef við lítum bara rekstramódelið. En svona einogurins það fer samt í taugarnar á mér. Þetta auðvitað bara vara sem á að lifa góðu lífi á frjálsum markaði, sko. Við getum allavega tekið undir það. Og veist, við Íslendingar eigum nóg að sérhæfðu fólki held ég bara til að sinna umsýslu og svona dóti í kringum þetta en nú aftur, þá þetta ekkert persónulegt í garð þessara eiganda og ég ætla ekki að fara að rengja þeirra framlag til samfélagsins en ég vil bara hvetja stjórnvöld til að gera eitthvað í þessu bulli, sko. Já, ég meina það eina sem getur gerst til að breyta þessu, annars bara... Já, ég segi það, sko. Og já, þannig þessari yfirferð lokið og samantektin einnig, hún var í búið Landsbankans. Já, ég ætlaði með þetta komin að, ég meina við getum cheer up, Una var að henda í nýja hagsjá. Já, herruðu, það komið 2 hagsjár inn í morgun, hérna, já, ekki morgun, þessi þáttur er vissilega tekin upp á öðrum degi. Já, í fyrradag. Já, segjum það. Á morgun. En hérna, og þar meðal annars, þar kennir ýmis að grasa, það yfirlit yfir sértryggð skuldabréf. Sem oft eitthvað svona sem að fólk svona, hvað sértryggð skuldabréf? Já. Þannig að þú veist, það hægt að kynna sér það með því að fara yfir yfirlitið. Svo lækkanar á hlutabréfamörkuðum í ágúst, það samantekt af því. Og það allur fjandinn þarna inn á, það líka vikubyrjunin til að svona koma þér inn í nýja viku, sharp sko, á milli eyrnana. Það vita nákvæmlega hvað að gerast. Sko vikubyrjunin núllstilli algjörlega og kemur inn í mánudaginn í hakki. Og veist ekkert hvað að fara að gerast fyrir að Una ítir á send og kemur, já það uppgjör, ok, verðbólguspáni þessi. Eftir örstutta lesningu ertu bara allur annar maður, sko. Já, eitt
það hafa einhverju verið að spyrja ykkur hvar finnur þetta. Þú fer bara einfaldasta leiðin, landsbankin.is /postlistar. Nákvæmlega. Og ég mæli með vikubyrjun og Hagsjáni. Svo bara takk allt. Þetta þú reytast inn í inboxi hjá þér og þú sér ekki eftir því. Nei, segðu það. Heyrðu, verðum við ekki að fara að henda okkur í smá verðmat? Jú, það komið tíma á verðmat frá hinum óábyrga, því miður, þá höfum maður leyft þessu að fljóta í gegn. Já. Þannig að, sko, bara, ég ætla að gefa þér orðið. Já, ég var með hérna, eitt með fyrirtæki á markaði. Að þú hefur heyrt þetta, trailing EV to EBITDA, semst enterprise value og heildarvirði fyrirtækjana. Það sem að skuldirnar eru laða við og við erum bara ekkert í því. Nei. Þess fyrir utan, þetta óskuldsett félag, eða ekki? Jú, til langs tíma. Já, en í rauninni væri hægt að jafna út bara skamtíma skuldastöðuna með bara sölu og veltufjármunum, sko. Já, en ég ætla að taka hérna, GoDaddy að treyta á 21 sinnum EV to EBITDA. 21? Já. Það nú helviti hátt. Já, það mjög hátt. Og GoDaddy á samkeppnismarkaði. Þannig að ég get og Lens. Og við tókumst á. Við vorum mjög ósammála. En við sættumst á það að út af því þetta einokuna fyrirtæki, þá ætti ISNIC að vera á 43 sinnum EBITDA. Ekki nema? Já. Shit, ok. Sem gerir þá verðmat upp á 7,6 milljarða. Það gott að hún skulle koma með þetta hérna. Nei, ég er að djóka. 7,6 milljarðar. Já, ég henda á þetta 15. Út af því að Já, ég myndi samt örugglega setja meira. Ég henda á þetta 15. Þau eru einokunarstöð. Þú ert ekki bara að kaupa reksturinn, þú ert að kaupa einkaleyfi á útgjöf, eða þú veist. Já, en þú ert líka að kaupa tilheyrandi pólitíska áhættu að verði einhver sem komið til stjórnar og breyti þessu, sem hefur ekki verið gert síðastliðin 20 ár. Já, þetta náttúrulega fer eftir því bara hvort þú sett með samning sem bara fastur, skilurðu. Óhagganlegur eða ekki. Efast að þau séu með það. Þetta í rauninni bara samkvæmt lögum að þau fari internet á Íslandi fari bara með þetta vald, sko. En mér sýnist það allavega á meðan að Alþingi að fá einhverja kökupening út úr þessu á hverju ári sem við beint í Kjarval, þá bara það engin ástæða til að breyta þessu. Heyrðu, ég hendi 15, þannig að verðmati á ISNIC hóflegt 2,6 milljarðar. Ég myndi alltaf verðmeta það, herra. Já, þú ert ánægður með 43. Ég og Kitty voru nefnilega... Nei, 43 frekar hátt. Já, það. Ok. En... Já, ég veit ekki. Nei. Maður þarf bara að leggjast yfir þetta. Ég verð komið með sjóðstreymisgreiningu á þessu í næsta föstudagskafi. Já, það verður gaman. Já, skulum skoða það. Svo bara býður fólk spennt eftir verðmatsvélinni sem við ætlum að gefa út. Eða Keldan. Já, Keldan, vissulega. En maður búinn að contribute aðeins. Já, vissulega. Þá held ég að við lokum þessu bara núna í dag. Þetta var svona, eins og ég segi... Þetta öðruvísi þáttur. Ég held þetta þetta hefur verið ágætis afþreying. Þetta bara svona líklegð. En eins og ég segi, það ekkert nýtt sem við segjum. Ég var voða tilfinningadaufur við yfirferð, einhvern veginn. Ekki ég. Ég bara svona með hlýnar í hjartanu fyrir hönd þessara manna að hafa tekið þess áhættu fyrir 20 eða 14 árum. Að nenna þessu. 20 eða 14. Já, hvort fóru þeir inn 2021 eða 2007? Það var talað að þetta hafi verið engaveitt 2001. Já, en núverandi eigendur sem taka allan skítinn fyrir að gera gott. Þeir byrtust fyrst 2007 ásending en það voru hlutafélög þarna, einhver eignarhaldsfélög á bakvið þetta á undan því og það er ekki ólíklegt að þeir hafi verið eigendur á þeim. Já. En það er allan að tala bara einkavæðingu 2001. En eins og ég segi, það er ekkert persónulegt í garð þessara manna, þó ég kalli á myrkra höfðingja, þá er það nú bara létt grín. Létt sprell, það er búið að skrifa marga greinar þeirra stöðu sem þeir eru í. En þegar uppistaðið er ekki bara sannast það sem að Þorbjörn Egni sagði þið það. Hvað sagði hann? Þú veist hvað Þorbjörn Egni er? Þorbjörn Egni. Nei. Barnabókahöfundurinn frá Noregi. Nei, ekki hugmynd. Ljóti Karius og Baktus. Nú, ok, hvað sagði hann? Jens, bustaði ekki tennurnar, þá fekk hann Karius og Baktus. Eigandi ISNIC heiti Jens. Hann að busta tennurnar, passa sig að fá ekki Karius og Baktus. Þannig þetta að sannast. Bustið tennurnar. Það var ekki að sens. Herðu, bustið tennurnar, gott fólk. Þessi var á djúp, já. Herðu, gott fólk, við minnum ykkur á að busta tennurnar og svo viljum við líka minna ykkur á Dýbind og Pingjan og postlistan okkar. Af hverju gleymum við að við skulum gera það í byrjun þáttar. Já. Skulum taka upp eitthvað hérna. En allavega þá bara óskum ykkur gleðilegs þriðjudags og... Sendi okkur einhver skemmtileg fyrirtæki. Já. Við þurfum að fara að fá góða 21 reikninga. Ég segi það. Ok, Kæra þakkir. Já,